Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá er komið að alþjóðamálum og kannski sérstaklega öryggismálum. Hingað er komin frá Akureyri, góð vinur þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin. Takk fyrir. Og hérna með mér Tjörfi Sjött sem hefur verið að hjálpa okkur að setja okkur inn í ýmis mál á undanförnum á samstöðinni. Herðu, Hilmar Þór, þú varst að skrifa grein fyrir skömmu síðan á Vísi samning, varnarsamning Íslands og Úkraínu sem að Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, gerði við Zelenský. Og þú dregur þar fram að til dæmis kosta samningurinn 25,5 milljarða með við það sem að máli að sórunum sem að mér finnst nú ekki hafa almennilega komið fram í umræðunni. Það er líka eitthvað óljóst hvort að þetta hafi verið rætt í utanríkismálanefnd eða hvort að Bjarni hafi samið þennan samning sjálfur sem er tilefnið til þess að Alþingi komið að bæði vegna fjárútlátana en líka vegna þess að það má lesa út úr samningnum svona stefnubreitingu í öryggismálum að Íslendingar ganga þarna mun lengra í því að leggja til vopn og fleira og við þekkjum það úr umræðinni bara úr forsetakosningunum að þetta er mál sem ekki hefur verið, hægt að segja sem svo að það er ekkert samkomulag í íslensku samfélagi að þessa stefnu eigi að reika. Það kemur þarna líka fram í samningnum að Ísland styðji friðarleið Úkraínu sem var haldin ráðstefna núna í Sviss sem að virðist ekki vera að ná neinum árangri, ekki tilætlum árangri. Þannig að mörguleyti virðist þetta vera samningur sem er byggður upp á svona veikri greiningu á því hver raunstaðan er bæði á vígvellinum og kannski í alþjóðasamfélaginu og stangast á við það sem er svona almenn afstaða Íslendinga til stöðu okkar í átökum út í heimi. Er þetta ekki? Það er það. Þessi samningur sýnir að stjórnvöld eru að breyta stefnu, eru að gefa rækilega í án mikilvæg umræðu í samfélaginu og án umræðu inn í þinginu. Já, sko, það sem ég fannst ég vildi bara minna á þessari grein að Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, 1949, þetta er 4. apríl, flutti ræðu áður en hann undirritaði stofnsáttmála NATO, þar sem hann gerði grein fyrir stöðu Íslands. Ísland verið herlaust land og gæti ekki varið sig, mundir aldrei ráðast á önnur lönd. Og þannig gekk Ísland, setti hann fyrirvara á að Ísland færi í NATO, sem var mjög mikilvægt. Og það er í takt við það sem að meiri hluti almennings upplifir að sé hlutur okkar. Og hann var mjög hóvar. Ég vitnaði þarna í þessari grein sem birtist á vísir.is þá vitnaði í Bjarna, hann sagði þetta miklu meira, hann er mjög hóvar, hann talar eins og Ísland er smáríki, það er veikast af öllum aðildarríkjum NATO, sagði hann er ekki að tala eins og einhver herföðingi, hann er að tala sem svo fulltrúi smáþjóðar sem er vopnlaus og það sem mér finnst sko þegar maður sér síðan hvað hefur gerst í framhald af því þegar við erum að fara aðstoða Úkraínu þá vil ég fyrsta lagi halda það til haga að Úkraína er ekki NATO-ríki þannig við höfum engar skyldur gagnvart Úkraínu á grundvelli þess að við séum í NATO. Hins vegar höfum við ásamt öðrum NATO-ríkjum aðstofað lönd sem eru utan NATO eins og til dæmis Bosníu-Hersegóvínu og við erum að gera núna Úkraínu. Þannig það bannar okkur ekkert að hjálpa Úkraínu þó hún sé ekki í NATO. Og við studdum loftaristur á Líbíu til dæmis? Við studdum innrásina í Írak 2003 á sínum tíma sem var ólögleg. Og Afganistan? Afganistan, ég held að það er farið í öryggisráðið. Það Afganistanstríðið 2001, lengsta stríð sem Bandaríkin hafa háð, 20 ára stríð, það var fyrsta og eina skipti sem Article 5 hjá NATO er virkjuð. Þannig að við sko það var náttúrulega, ég held að það er farið í öryggisráðið. Ég held að Írak 2003 hafi ekki farið í öryggisráðið. En sko, þannig að sko, að mér finnst bara, ef við förum í það stöð að við ætlum að fara að færa okkur úr þessum borgaralega hluta sem Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra þá, sett okkur yfir í hernaðar hlutan, þá er það grundvallar breyting. Og ef við förum að segja, ok, við erum tilbúin að fara að kaupa vopn og stunda slík viðskipti, því mörg lönd sem erum hér kaupa all vopnin og farin að kaupa ekki eitthvað með þriðja aðila
kannski vopna uppbrengdu verði í gegnum ykkur tengingar sem maður veit ekki hverjar eru, þá erum við að gera grundvallarbreytingu á mínu dómi og þá komum við pressa á okkur að fara að eyða kannski 2% af verkefni landsframleiðslu í varnarmál eða hernaðarmál sem eru 90 milljarðar og þeir vilja fara í 4%, þangað Pólland komið og vill að önnur NATO-ríki fari og Íslandsríkin eru á leiðinni þangað og Finnland eru á leiðinni þangað og hinn löndin sennilega eru á leiðinni þangað líka. Þá er þetta orðið 160-180 milljarðar. Þá er þetta farin að tala 400.000 krónur á mann á ári í Íslandi, 1,6 milljónir á ári fyrir hverja fjárhagslega fjölskyldu. Þetta myndi kalla á algjöra þetta fara í gegnum ríkisfjármálin, stóru póstana, heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál og stokka þetta öllu upp eða þetta að fara í 160 milljarða eða 180. Og þetta er alltaf að versna því að við lifum í heimi þar sem að það er engin vilji til þess að semja neitt. Og ef maður að tala sko hvernig þetta er orðið, þetta er þannig málað að við erum búin að vera þetta stríð 2,5 ár og Rússland er málað sem eitthvað svona samlíking eða eitthvað svipað eins og Þýskalands nasismas. Þetta er svona eitthvað óskaplega mikil djöfulveldi eitthvað og Pútín er eins og Hitler. Þetta er málað þannig og auðvitað væri hægt að semja og við höfum rætt hérna áður þessu fætti, það var komið samningsdrög í mars-apríl 2002 en það er voðalega erfitt að fara að semja við hérna eitthvað sem er málaður sem djöfullin, þú semur ekki við djöfullin. Það gagnast ekki. Nei, en svo líka eru gerð alls konar mistök sem að Úkraína hefur verið að gera mistök alveg frá þessu Já, meinaður að við brjótum þetta niður, það sem þessi samningur. Það er annars vegar það að þarna er stefnubreyting og áherslubreyting og mikil ígjöf að verið að bæta miklum fjármunum í hernað í Úkraínu. Það er gert án þess að það sé almenn umræða í samfélaginu og það er ekki að sjá að þessi umræða eins og farið fram í þinginu. Þetta var ekki áður en samningurum var undirritaður. Það var ekki umræða í utanríkismálanefnd, nei í þingsölum eins og mætti telja eðlilegt. En það má segja það að það var gerð þingsályktunartillaga fyrir Úkraínu frá 2024-2028 og í henni er talað að styðja við bakið á varnartengdu stuðningur. En ég finnst eiginlega þegar maður tekur þingsályktunartillöguna svo samningi sem var undirritaður í Stokkólmi að hann sé orðin miklu meira hernaðartengt og svo gerði Zelenski, hann gaf út tilkynningu og þá er þetta orðið ennþá meira hernaðartengt. Þannig að það er alveg ljóst að Zelenski, hann vill fyrst og fremst hernaðarstuðning og hann vill vopn og hann vill reynda líka hermenn, hann vill það almennt, það er ekki þar með sagt að hann vilji það sérstaklega frá Íslendingum. Það getur, ég menna að það þarf líka að kaupa hjúkrunargögn og framlag Íslands er það lítið í heildarsamhenginu að það myndi engu breyta fyrir Úkraínu þótt að við myndum bara leggja til slíka aðstóð en ekki vopnakaup. Nei, það stendur ekki á fellur með vopnakaupum Íslendinga hvort að Úkraína ná árangri í stríðinu. Varðandi búna þá virtist það vera alveg sérstakt áhugamál að útbúa úlningsstólkur á vígvöllin. Það virtist vera sérstakt áhersla lögð á það sem ég vissi að skrítin áhersla. En það bendir mjög margt til þess að Úkraína er í miklu vanda að tvennum ástæðum, annars verða vopn og hins vegar mannafli og mannaflin, skortur á fólki er orðið meira vandamál heldur en jáfnvel vopnaskorturinn. Þannig að með við okkar framlagi lítið í heildarsamhenginu þá er meira en pláss, það eru örugglega minnst að kosti 10.000 Úkraínumenn sem hafa mist fætur og get ekki lifa eðlilegu lífi og starfa á vinnumarkanum og þess vegna er algjörlega pláss fyrir okkur að gera þetta en þá þurfum líka stjórnvöld að vera búin að undirbúa sig. Við erum herlaust land og við erum eina NATO-ríki sem erum herlaust land og að þá sé utanríkisráðuneytið sem fer með varnarmálin búið að skilgreina, þegar að Ísland, eins og við gerum í Bosníu, þá ferði mannúðarmál og þú kemur með mannúðaraðstoð í samvinnu að beini stjórnvald í landinu, að það sé tilbúið, hvernig ætlum við að koma að þessu, hvað er það sem við getum gert, í staðin fyrir að gera það, að þá er farið að leggja í alls konar sjóði, og
og það er alltaf miklu auðveldar að ég veit að sjálf því ég vann í þessar aðstoð í Bosníu-Hersegóvínu, þetta var alveg svakaleg vinna. Við höfðum eitthvað öflugt fyrirtæki með okkur sem heitir Össur HF, sem öflugt fyrirtæki og hjálpaði við þetta. Og þannig að það munaði alveg það. En það var kallað samt að mikla vinnu hjá utanríkisráðuneyti og ríkiskaupum og öllum sem kom að þessu máli að framkvæma þetta. En svo finnst mér þessi aðstoð vera of mikið þannig að það eru taldir fullt alls konar sjóðum sem verið að leggja peninga í. Og mér finnst að aðstoð Íslands ef við erum í NATO og við ætlum að koma með aðstoð, þá eigum við að vera að skilgreina hvað við ætlum að gera, á hvaða sviðin getum við veitt aðstoð og hvað ætlum við að bjóða, ekki að fara á fulli að skrifa ykkur á ávísanir eða milli fyrir að peninga hanga og þangað. Við erum ekki, því að við eigum við erum herlaust land, en það þýðir ekki að við getum ekki gert neitt. En þá þurfum við að skilgreina það hvað það er og hvernig það er gert og mér finnst það ekki hafa verið gert og þá byrja menn að leggja í sjóðu og það sem mér finnst vafasamast er þessi sjóður gegn Tékkland að fara að kaupa vopn þegar við erum algjörlega berskjölduð á Norður-Atlantshafi. Það sem við höfum reynda að fjallað hérna á samstöðinni að hefur verið gagnrýnt við vopnakaup, að það hefur verið að kaupa vopn á mjög háu verði og sumir þeirra virkuð ekki Já, ég meina það sem gerist það þegar það er svona skortur á vopnum sem núna þú sér það að það virðist vera yfirbyrðið Pútín því miður liggja í því að hann er með mjög mikið magn af vopnum sem kannski eru ódýr og léleg, það getur vel verið að séu það, líka frá Norður-Kóreu, það verður vopnaskortur, ef þú ert vopnaframleiðandi eða átt vopn, hvernig hámarkar að hagna, þú getur kannski ekki brugðist við með því að auka magnið, þú þarf að reisa verksmiðjur, þetta tekur tíma og þú fer ekki að reisa verksmiðjur en þú sjáu fram á, þú veist að fara að selja þessi vopn í langan tíma, sko, og þá, náttúrulega eðlilegt, bara venjuleg hagnar hámörkun er bara að hækka verðið og það er það sem gerist og það er líka, þetta gerist líka þegar að því það er munurinn á Vesturlöndum og Rússlandi er það að sko Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin hafa sagt að nýsköpun á sér stað í einkageiranum, nánast eingöngu, hún getur átt í stað í einkageiranum nánast eingöngu. Þeir framleiða fullkomið vopn í hagnaðarskyni í takmörkuðu magni og svo þeir eru í hagnaðarhámörkun og þá verður skortur og það er ekkert víst að hagnaðarhámörkun muni kalla á að fara að fjárfesta mikið í verksmiðjum. Það fer ekki endilega sama þjóðaröryggi og hámarkshagnaður vopnaframleiðenda. Þannig í Rússlandi er þetta hins vegar þannig meira að það er ríki sem að framleiði vopnin, það er fyrirtæki sem eru undir eins og ég skil þetta. Það eru bara komin inn í stríðshagkerfi, þannig sem hagkerfi sér að skaffa vopn fyrir. Kalla bara warfooting. Það sem að stjórnvöld hafa miklu beinni tök og þau framleiða kannski ekki fullkomið vopn, það heldur Norður-Kórea en það sem við erum að sjá að maður er að heyra alls konar sögur af því að sé verið að nota eldvöru sem kostar $500,000 eða $1 million til að skjóta niður ykkur drast sem að kosta $20,000-30,000 og þá bara verður skortur. Já, Hilmar, mér langar til þess að aðgreina þetta, gaggrínina. Annars vegar það að það er þarna stefnubreyting sem að ekki hefur verið kynnt, ekki verið almenn umræða í samfélaginu og ekki verið umræða inn í þinginu. Og það er svona ein leið, það er eitt atriði í þessu. Hitt er það að stefnubreytingin, hún byggir á eitthvað svona mati hvernig þróunin getur orðið í Úkraínu sem að ennþá er sú að það er verið að stefna fullnaða sigri í Úkraínu á vígvellinum og friðarleiðin sem er inn í samningnum er sú sem er á forsendum Úkraínu sem að eftir ráðstöfunina í Sviss má eiginlega ætla sem svo að muni aldrei verða leið til friðar. Þá er ég veltaður hvort að draga saman gaggrínina á raunverulega svona forsendur samningsins. Árangur sem hann ætti að skila. Samningurinn sem að Bjarni gerir. Með því að við séum að auka framlög, senda meiri vopn á vígvöllin, klæða ungar stúlkur til þess að það geti tekið þátt á fremstu víglínu. Mun það skila auknu öryggi fyrir Úkraínu og Evrópu og Ísland? Ég held að því lengra sem stríði verður, því verra verður það fyrir Úkraínu. Tíminn er að vinna eins og þetta staðin núna, eins og ég sé hana, þá er staðar Úkraínu og vígvöllunum alltaf að versna. Þeir eru bara miklu fámennari þó þeir hafi barist, eins og ég meina þeir hafa barist fyrir sitt land og það er mjög virðingavert. Þeir eru ofámennir, þeir hafi ekki nægilegt magn af vopnum og þessi friðartillaga sem Pútín kom með, hún er ekkert aðgengileg fyrir Úkraínu
það er að segja... Úkraína er ekki eins og til að hlusta á hana, en það sem ég vil Nei, vita, er friðartillaga, friðarleið, fundur Zelenský, er það leið til friðar? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er engin, sko, það er alveg rétt að ég held að Bandaríkjamenn og NATO blésu þetta af strax. Þetta er bara ekki að gerast verandi það sem Putin laði til. En náttúrulega, sko, það eru örugglega einhverjir hlutar í samningum sem stilingum Putin sem hafa komið sem hann vill ekki semja. Hann vill örugglega ekki láta Krímskagana hendi. Hann vill ekki láta hann og hann vill ekki Úkraína fara inn í NATO. En varðandi þess að fjögur óblasts, hugsanlega væri þetta semja eitthvað það. En þetta Zelenský er ekki til að tala um það og við erum með í samningnum, í varnarsamningnum, að þá skuldbundum við okkur til þess að fara eftir friðarleið Zelenský eða Úkraínumanna sjálfra á þeirra eigin forsendum og það var línan sem var lögð í Sviss og ég er að spyrja þig, mun það sem að Zelenský var að gera í Sviss leiða til friðar í Úkraínu? Nei, sjálfsögðu ekki. Það sem ég held hann hafi verið að gera, hann bauð, það er eitthvað 200 lönd í heiminum, hann bauð 160 á svæðið og þá, ég velti fyrir mér, hvernig ósköpunum á að vera hægt að semja frið þegar þú ert ekki með nema, þegar þú ert ekki með þann aðila sem annan aðilan sem í þessu stríði, sem Rússland, með. Það er eitthvað sem maður skilur ekki. Það er ekki hægt að semja við hana þegar hann er Hitler. Já, það er búið að segja að þetta eru djöflar og við seljum ekki vanskotan og það kemur ekki til greina og en þarna held ég hafa átt að gera að verið hugmyndin að ná ég kannski hér upp 160 löndum sem myndi skrifa undir eitthvað svona communiqué eða svona fundagerð sem væri svona bara svipað og friðartölu Zelenský og þá myndast breið samstaða, bara alþjóðleg samstaða það, Rússland verður átt að sjá því að eiginlega allur heimurinn er að móti Rússlandi. Rússland verður útlægi í heiminum. Og það verður að beygja sig. Hvað gerist? Það sem gerist það að það mæta 92 lönd eða 90 lönd og sum þeirra neita skrifundu fundagerðina sem þó er búið að vatna mikið út. Og bara þinna hana mikið út með það sem maður hefur lögð upp með. Tjörfi benti á það í vikunni að það væru 3 punktar af 10 punktum sem Zelenský hefði uppalega lagt með sem væru inn í endanlegu niðurstöðinni. Já, það er kjarnorkuvopn, það er að nota ekki mat sem vopnaveð ekki matvæla, þess að hafa matvæla hvort vopnaveða það og síðan var þetta fangaskipti. Þetta er ekkit vola sterk kommunikí og svo er eitthvað að tala um national integrity landamærin án þess að segja við hvaða landamæri þið voru að miða. Þannig þetta er ekki svo merkilegt kommunikí en það sem gerist er það að Kínverjar þeir mæti ekki þarna. Það er náttúrulega mjög þungt áfall en þess að Kínverjar eru bara það mikil eða þú ætlar að láta eitthvað svona ganga þú verður að hafa Kínverja með. Indland mætir en þeir skrifa ekki undir. Löndin svo Tæland og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Sádi-Arabía sem eru komin í BRICS, þau vilja ekki skrifa undir. Það eru lykilönd sem skrifa ekki undir og þú endar með að minna en helminguna sem 160 löndum skrifar undir og eina sem þetta staðfestir er það að við erum klofin í multipólar heim. Þú ert með fylgjendur Evrópusambandsins og NATO og Bandaríkjanna sem mæta á þennan fund og hörðustu fylgjendurnir skrifa undir þetta. En hinir sitja heima og ég meina Putin var nýlega í Vietnam, þeir mætti ekki einu sinni þarna. Nei. Sko, ef við horfum á þetta út frá íslenskum stjórnvöldum, þá er það þannig að þau eru með stefnubreytingu sem að við vitum að særir bara marga Íslendinga vegna þess að þetta er á skjön við það sem að Íslendingar upplifðu að vera hlutverk sitt. Og við erum búin að benda á það að hafa gert án umræðu. Stefnubreytingin er gerð og það er annars vegar er það að við einskorum okkur við það að leita friðarleiðin sé sú sem að Zelenský velur. Og ég spyr þig, leiði það til friðar? Að sjálfsögðu ekki, segir þú. Þannig þetta er bara lókuleið. Zelenský er líka svolítið fangi heima hjá sér. Hann getur ekki, ef hann fyrir að láta hendi 20% af landið, þá hann gefur bara 20%. Það er dauðadómur pólitískt. Og svo er hann með öfgamenn við hliðina á sér
sem að býð eftir ég meina hann er í erfiðri stöðu sko. Þannig það þessi friðarleið hans, hún er ófær og þá setur eftir að við erum að leggja til vopn til þess að færa Úkraínumönnum í þessu stríði og þá hlýtur eiginlega leið íslenska stjórnvöld að vera svo að leiðin til þess að stöðva ástandi í Úkraínu er fullnaða sigur Úkrainumanna á vígvellinu. Það er stefnan. Vestrænir stjórnmálamenn hafa sagt þetta. Og íslensk stjórnvöld segja við okkur, mesta öryggisvá Íslands er Úkraína. Og þá er það spurningin, leiðin sem að þau eru að velja, sem er að senda vopn á vígvöllin, mun það leiða til þess að vandinn í Úkraínu leysist. Mun Úkraína vinna fullnaða sigur á vígvöllin? Nei, það sem mun gerast... Það er að segja líka þá að sjálfsögðu ekki. Ég segi það að ég náttúrulega veit ekki í algjörnum smáatriðum hvað er að gerast á vígvöllinu. Þið fórum nú í þessum þætti sem varst að vísi með kortum nákvæmlega onni þetta. Að það séu líkur á því að staða Úkraínu muni versna, hún muni bara tapa meira landinu, það verður meira mannfall og þetta getur hættan svo að þetta verði samið þetta á forsendum Rússlands eingöngu og það verður ekkert annað hægt. Ef þetta fyrir fram við kosningar í Bandaríkjunum 5. nóvember, þá er þetta ekki lengur eins mikið mál fyrir Bandaríkin og þá og Donald Trump hefur sagt að hann muni bara blása þetta af og hann hefur sagt að Zelenski sé mestu sölumar í heimi, hann komið til Bandaríkjana og farið með 60 milljarðar með sér dollara til Úkraínu og þegar hann kemur þangað þá vill hann aðra 60 milljarðar að tala þannig, en sko þetta náttúrulega engin. Ég held að staða Úkraínu muni versna, en það er bara Vesturlönd eru komið svo djúpt í þetta mál, meiri vopn og svo líka þetta tala að senda hermenn sem er komið í gang, að það verður ekkit við snúið, það er ekki neinn auðveld og svo líka þetta það er búið að Rússar eru svo vondir að þú bara getur ekki tala við þá. Þannig að sko, og þetta verður stigmögnun, spurningi hvað það endar, ef að sum lönd fá það í gegn sem við vilja að verið sendir hermenn frá NATO inn í Úkraínu, þá erum við bara komin með heimstyrjöld og það virðist vera að sumir séu tilbúnir að fara þangað. En á það við íslensk stjórnvöld sem segja við ætlum að stefna þessar leið til friðar sem að auðvitað mun ekki virka og við ætlum að senda vopn á vígvöllin sem að auðvitað mun ekki skila til allri niðurstöðu. Til hvers eru það að þessu? Erum við að fórna einhverju fyrir hvað? Er þetta því að til þess að fá að vera í klubbi með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn vilja að við höfum okkur svona? Íslensk stjórnvöld. Eða eru þau ekki með neina sjálfstæða greiningu á öryggishagsmunum Íslands? Íslensk stjórnvöld þau vísa svona í það að þau vilji, þessi stuðningur sem þau eru að veita er í samráði við Norðurlöndin. Þau eru að tala við Norðurlöndin, kollega sína, og þau eru að fara þessa leið. Gerum við svo hinir? Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, hann aðgreindi okkur sem sér case innan NATO og mér finnst íslensk stjórnvöld hefðu mátt hugsa það fyrst. Ok. Bjarni Benediktsson yngri, hann hefur verið að stroka yfir það. Það er búið að skrifa undir þarna, hann flytur ræðu, þetta er ekki bjáni. Bjarni Benediktsson, hann var lögfræði prófessor, hann hefði verið borgarstjóri, hann var eitthvað ekki nema 40 þegar hann gerði þetta. Hún hefur verið utanríkisráðherra mjög skamman tíma. Var prófessor held í 27 ára gamall eða eitthvað? Já, þetta var mjög klár maður. Og hann talaði bara mjög hógvært og hann gerði hann fyrirvara. Og við gengum í NATO á þeim grundvelli og já, en það er eins og mér finnst þess að sé að verða eyða því, strika yfir það og við séum bara eins og hinn Norðurlöndin sem öll eru með her. Sem óhjákvæmilega mun leiða til þess að krafan á okkur að við eyðum 90 milljörðum í hernað og varnarmál og í náinni framtíð allt upp í 180 milljarða. Og þó að við myndum gera það, þá getum við valla verið með flugher. Við getum verið með sjóher eitthvað og eitthvað landher en við getum valla verið, þó við verðum með það valla verið með flugher, þannig við verðum alltaf háð aðstoð. Við getum ekki varað okkur eins og Bjarni Benediktsson eldri vissi. Þess vegna eigum við ekki að skjóta vopnum á aðra þjóðir að því að við getum ekki varað okkur að því við erum of fá í of stóru landi. Það er óraunhæft að við getum haldið það blasir algjörlega við og okkar land allir vita þetta alltaf. Já, og það blasir algjörlega við. En þarna er þess greinilega Bjarni fer á forsætisráðherrafund Norðurlandana og það er ákveðin þeir eru að fara ákveðina leið og ég mig grunar að íslensk stjórnvöld séu undir gríðarlega mikilli pressu að þau verði að sýna eitthvað lit og ég var sagt að við þið áður ef þú útýsir þínum öryggismálum eða út land og þú útýsir þínum öryggismálum þá ertu búin að útýsa þínum utanríkismálum líka og Evrópa er þeirri stöðugleika Bandaríkjunum
að Evrópa getur ekki sagt nei við neinu sem kemur frá Washington. Ef Washington tekur öryggisreglífina frá Evrópu, þá bara slæm staða í Evrópu. Og það tekur tíma að byggja upp þessa heri. Ég meina, lönd eins og Þýskaland og þessu lönd, Bretland og önnur lönd, það tekur þau mörg ára að komast í gang með að byggja upp verksmiðjur, framleiða nógu mikið af vopnum, þjálfa hermenn, koma hernum í almennilegt form. Og þess vegna eru þau óttaslegin að Bandaríkin mun bara taka öryggisreglífina í burtu og það getur bara gerst í janúar á næsta ári að það verið grundvallar setmynding. Ég veit ekki hvernig það verður ef að Donald Trump verður forseti, hann talar allavega þannig. Og við þessar aðstæður þarf náttúrulega smáríki eins og Ísland að fara alveg sérstaklega varlega. En við erum ekki að gera það. Sko, málið það. Og þá ég bara að tala varlega sem að væri... Íslenski ráðamenn. Það væri varlega, fara varlega, þá væri við að tala þessi mál eins og það væri mikilvæg í samfélaginu. Við værum að endurmeta öryggishagsmuni okkar, við værum að skoða þetta, við værum að opna umræðu í þinginu, það væri að fara varlega, eða ekki? Sko, íslenski ráðamenn tala svolítið eins og þessu Bandaríkin. Sko, Bandaríkin í þeirri sérstöðu að þeir eru bara með landamæri við 2 lönd, bæði mjög veik, Kanada og Mexíkó. Bæði mjög veik, það er ekki allar landamæri við Kanada. Það engin ógn á Kanada. Ein ógn á Mexíkó það að fólk vil koma inn í Bandaríkina til að byrja nýtt líf. Og þar eru ykkur víkisustu landamæri sem tilheyra í heiminum. Og þeir eru algjörlega öruggir. Síðan ertu með löndis og Eystrasaltsríkin sem eru í alveg gríðarlega mikilli hættu með stóran hluta af sínum fólksfjölda sem eru rússar og eru með landamæri við Rússland og svo Pólland og upplifa sig mjög berskjölduð. Og þau sjá NATO sem tæki til þess að berja á Rússlandi, því þau sjá Rússland sem bara ógn við sig, ógn við sitt sjálfstæði og sína tilvist og sína tilveru og sjá NATO sem tæki til að takast á við Rússland. Þau sjá það þannig. Allt sem að veiki Rússland gott fyrir okkur. Já, þau bara hafa alveg hrikalega erfiða sögu. Ég hef skoðað pyntingabúðir sem voru notaðar gegn þessu fólki. Ég hef skoðað þessi lönd, ég vant fyrir Alþjóðabókardaginn í 4 ár og ég hef skoðað þetta allt. Þetta alveg hræðileg saga. Þau eru alltaf að hagsmuni. Svo erum við í miðju Norður-Atlantshafi og við eigum eiginlega enga óvini, allavega því kannski við erum búin að búa til óvini í Rússlandi núna með því að loka sendir á og gera alls konar kúnstir. Algjörlega berskjölduð, algjörlega háð Bandaríkjunum, en við erum samt ekki með neinn landamæri og við höfum aldrei verið í neinum deilum hvorki við Sovétríkin nýja Rússland. Þvert á móti í kreppinu 2008 þá talaði Rússland okkar máli hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, mér sagt, og sama gerði Kína og meðan Norðurlöndin voru ekki að styðja okkur neitt sérstaklega fyrir en við vorum búin að undirgangast skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem reyndi og við gátum náðum góðu samstarfi við og Kínverjar stöddu okkur líka. Þannig ég er að segja það sko að við, þú ert að tala bandalag með mjög mismunandi hagsmunahópa og mér finnst svolítið sko að íslenski ráðamenn hafi talað eins og þeir séu svona í Bandaríkjahópnum, að þeir geti talað hátt og sagt mikið að þeir hafi eitthvað bakland. En málið bara það, við getum talað hátt og sagt alls konar hluti en við höfum ekkert bakland nema einhver annar hjálp okkur. Og við þessar aðstæður þá borgar sig ekki að hafa mjög hátt. Og smáríki sem vopnlaust, það hefur hagsmuni af því, það best fyrir slíkt land að vera í heimi það sem friður. Ekki heimi átaka. Þú getur ekki valið það er ekki friður í heiminum. Nei, en við eigum þá í NATO og annar staðar að tala fyrir friði. Og þess að núna var verið að velja nýja framkvæmdastjóra NATO. Og þá ég held að forsætisráðherra á Eistlands hafi vilja verða framkvæmdastjóri. Og það gengur ekki upp vegna þess að þeir eru bara herskáir vegna þeirra sögur sinnar. Ég ekkert að ásaka þá. Ef ég hefði farið í gegnum það sem þeir eru búin að fara í gegnum, þá myndi ég kannski hugsa alveg eins og þeir. Ef maður verið að setja sig inn í þeir eru í allt annað stöðu heldur en við höfum aldrei verið í hörðum deilu við Kínverja eða Rússa eða Bandaríki. Við höfum, utanríkisstefna Íslands hefur verið þannig, stefnan hefur verið svo, við höfum ekki verið í hörðum deilum við stórveldi nema þegar okkar lífshagsmunir eru í veði og það gerðist í þorskastríðinu og það gerðist í ISAF. En öðru leyti höfum við alltaf lagt áherslu á að ögra ekki stórveldum. Ég held að vopnakaup sé bara þannig, bara lítu bara þannig á það, ef að þú átt óvin og ég alltaf að bjóða þessum óvin vopn, þú getur gengið frá Gunnar Smára með þessu. Þú myndir ekki líta það sem vinsamlega aðgerð. Rússar gera það ekki.
þeir líti ekki á þessi vinsamlegt, þeir líti á þessi sem árás á sig og við erum að glíma við öfl sem eru miklu stærri og hættulegri heldur við gerum okkur grein fyrir. En líklega mat íslenskra stjórnvalda, Þórdísar Kolbrúnar og Bjarnar Benediktssonar, það að ógnin sem að stafar að öryggishagsmunum Íslands út af innrás Rússa í Úkraínu svo gríðarleg að við breytum stefnunni sem við höfum hingað til haft að ekki senda vopn á vígvöllin og við breytum þeirri mati sem Bjarni Benediktsson eldri var með stöðu okkar í NATO og segjum nú sá tími liðinn að við séum hér einhver svona auka meðlimur hér eða með minni skyldur en aðrir. Nú ógnin svo gríðarleg í Úkraínu, á slettum Úkraínu, að við verðum að fella skilning Bjarnar Benediktsson eldri og verða eins og öll önnur NATO-ríki og leggja okkar að mörkum til jafns við þau, því annars værum við að grafa undan öryggishagsmunum Íslands. Þetta má bara lesa úr því sem þau eru að segja. Já, og hvað segir við þessu? Ég skil alveg, sko, þetta sumu leiti, sko, málið það ég auðvitað veit ég ekki hvað að gerast í höfðinu á Pútín eða Lavrov eða þessum aðilum í Rússlandi, nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. En náttúrulega, sko, Rússland hefur orðið fyrir verulegu tjóni í þessu stríði. Þó þeir hafi yfirhandina að þeir virðist núna, þá hafa orðið verulegu tjóni og ég á erfitt með að ímynda mér að þeir eru búin að vera 2,5 ár hér að ná 20% á Úkraínu og getur úkraínski einu hrunið, hvernig sem hann geti gert það núna því hann bara að þeir muni fara að taka alla Evrópu. Vegna þess að stærsti hlutin af þessu var umverulega undir valdi aðskilnaða sinna áður en að stríðið byrjaði. Og þessi ofsarhæðsla, hún kannski þjónar líka þá því hlutverki að sameina Evrópu í þessu vopnakaupum og öllum þessum látum, sko, að rauði henni, að rússnekerinn verður bara komin inn á okkur á morgun og taki alla Evrópu og náður mér finnst það hálf hlægilegt, sko, mér finnst það óraunsætt. Evrópa ekki að samina, sko, Evrópa að splundrast pólitískt. Já, en ef þú ætlar að samina, þá einlega að hræða fólk mikið og það annað sem að gera, þess að ríkisfjármál Bandaríkjanna eru komin í erfiða stöðu, þeir hafa verið með halla svo lengi og þeir eru komnir úr með aldamótin 50% af verkefni landsframleiðslu opinberar skuldir í eitthvað yfir 120%. Og alþjóða gjaldeyrisjóðurinn að gefa út viðvaranir stöðu við ríkissjóðs Bandaríkjanna til í sjálfbært, sama gerir Seðlabankinn sem venjulega einbeitir sér að peningamálum en ekki að ríkisfjármálum og þannig að sko ef þú ert með hergagnaðina og þú ert náttúrulega með rík lönd, Norðurlöndin til dæmis eru nokkuð rík lönd, Danmörk og Noregur náttúrulega feiknarlega ríkt land og svo Finnland, Svíþjóð framleiðir sína eigin vopn og svona mörg önnur lönd eins og Þýskaland sem að byggja upp sín herra frá grunni núna að það náttúrulega það ein leið til þess að koma þessari vöru á framfæri, það er hluti af þessu. Að Evrópumenn taki þátt í að fjármagna hergagna framleiðsluna í Bandaríkjunum. Já, ég meina sko. Það er ekki bara gert út á ríkissjóðshalla. En samt á hinna hliðina það að það ekki, sko, Vesturlönd geta ekki kynnt í Úkraínu að tapa í stríðinu. Það búið að leggja svo mikið undir og það búið að loka öllum samningaleiðum. Þannig að ekkert annað hægt fyrir þau, ég ekki að segja þessu gott, en fyrir þau eins og staðan orðin, framleiða meiri vopn, reyna senda alla sem hægt að fá á vígvöllin, Pólland og Litáen sem hafa sagt að þau muni aðstoða Úkraínu yfirvöld að taka Úkraínumenn sem eru þar í landinu og senda á til Úkraínu til að fara á vígvöllin eða að senda úlingstúlkur á vígvöllin og útbúa eitthvað búna handa þeim. Þetta orðið svakalega svona desperat staða og verðmætasta sem Úkraína á þetta unga fólk sem verið að slátra. En ég meina samt sem það engin samningsflötur. Þú sér að það eru deilur út af landi, það eru deilur út af stöðunni, NATO, ekki NATO, ESB, ekki ESB, tjónið. Ef að Pútín segir á morgun, ok, ég skal bara fara með herinn, ég skal bara, eins og hann sagði hann norski, Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, að það Rússland sem á að fara bara að landa með burt með þetta. Ef Rússland verður á að frið, þá getur bara að tekja herinn sér burtu. Sko, hvernig á Pútín að réttlæta það að hafa fórnað kannski nokkur 100.000 manns og svo bara bakkar hann og það gengur ekki upp.
Það gengur ekki heldur fyrir Zelenski að segja ég ætla bara að láta 20% af landinu tilbaka til Rússlands. Nei, það ekki hægt að leysa það. Nei, þannig að þetta og þá er þetta svona sjálfhelda. Lausnin ekki sjáanleg eins og staðan í dag. Nei, og svo náttúrulega semur ekki við eitthvað sem þau búin að segja ég er Putin, hann er Hitler og það er búin að segja að þau ekki að semja við Hitler. Samt að sagt öðru hverju og það er sagt, hvert er markmiðið með þessu stríði? Og það var sagt markmiðið það að Úkraína verði í einn sterkri samningsstöðu eins og hægt þegar stríðinu lýkur. Það er ekki sagt að markmiðið sé að vinna stríðið og hrekja Rússlands algjörlega að landamannum eins og þau voru 91, það er ekki markmiðið. Og svo er Zelenski líka að segja það og hann er að kvarta við því að Vesturlönd vilji að Úkraína tapi vinni en að Rússland tapi ekki. Og hvers vegna það? Það er vegna þess að Vesturlönd eru undir niður í hræddum það að þetta verði algjörlega stjórnlaust. Það er búið að vera að hóta kjarnorkuvopnum. Ef það væri þannig að markmiðið væri það að sigra Rússland, að þá myndi það enda í einhverju stigmögnun og kjarnorkustyrjöld og fleira sem er ekki áhættanlegt og þá er markmið Vesturlanda svo að Úkraína vinni en Rússar tapi allavega ekki það illa að þau grípi til örþrifaráða. Ef að Rússland upplifir það að þeir séu hreinlega að tapa þessu stríði og að tilvist ríkisins sé hættu að það sé komin svo mikið pólitísk ókyrrð að landi geti klofnað í einhverjar margar einingar þá náttúrulega, ég veit bara það með svona ungverjar sem eru hérna alveg onni í þessu, þeir óttast þetta þeir hafa, með fullri virðingu fyrir íslensku stjórnvöldum þá held ég að þeir viti meira hætturnar í þessum heimsluta heldur en við. Rússland sem svona fallen state getur orðið hryllingur áratugum saman. Já, við vitum það alveg að í stríðin í Japan að þá Japanin neituðu algjörlega að gefast upp og það var ekki hægt að vinna stríðið gegn þeim og þá voru sprengdar 2 kjarnorkusprengjur. Þetta er ákvörðun sem Truman tók. Herðu, en við skulum þá aðeins reyna átt okkur á því að það er ekki friður í augsýn og enga friðarviðræður. Það er bara aukin harka og báða bóa. Vesturlönd munu styðja hernað Úkraínu, líklega með einhverju auknu afli. Tjörfi, getur þú dregið upp svona mynd, hver er myndin á vígvellunum í dag? Hvað eru líkur á því að aukin aðstóð vesturveldana umfram það sem hefur verið hingað til breyti stöðunni á vígvellinu? Nei, það mun ekki breyta stöðunni og staðan fyrir Úkraínu heldur áfram að versna af því að eins og við fjallaðum hér áður, versta vandamáli þeirra er skortur á mannafla sem að þeir hafa í rauninni klárað og eru desperate að fá meiri mannafla eins og allar þessar fréttir sanna og sína. Þeir eru farnir að kveðja konur í herinn og vilja fá Úkraínumenn sem hafa flutta landi brott aftur og eins og við grindum frá hérna daginn sem ég finnst vera einn merkilegasta fréttin í stríðinu frá upphafi var þegar að Budanov sem er næst æðsti hersöðingin Úkraínu viðurkenndi það í viðtali við New York Times að þeir hafi klárað sín svokölluðu reserves sem að þýðir að allar herdeildirnar eru uppteknar á víglínunni og þegar Rússar sækja fram að nýjum stað þá hafa þeir engar auka herdeildir til þess að stoppa í göttinu og þeir þurfa að draga þær tilbaka sem að eru annars staðar kannski og þess vegna sjáum við að Rússar eru að sækja fram á mörgum stöðum á víglínunni í Donbass og þeir fóru þarna nýlega inn í Kherson og þeir að sækja fram á mörgum stöðum. Það er mjög stutt, það var nú fyrst var sagt frá eins og verið að stefna að borginni og ætla að ná henni en svo hafa þeir bara rétt komist yfir landamærin. Þetta er Úkraína svo stórt að þegar maður sér þetta á korti að þá eru svona lítill bútur getur við alltaf verið stórt svæði. Já, Putin sagði hann ætlaði ekki að taka Kherson, taka Kharkiv. Hann ætlaði að búa til öryggisvæði, það veri erfiðar að skjóta inn í Rússland. En við okkur í svona meginströmsfjölmönnum fyrir vestan var sagt að markmiðið væri að ná borginni. Já, hann sagði að hann ekki gera það. En þetta er þetta sigurnarratív. Það er alltaf sagt að Rússar séu að sækja fram af öllu afli og þeim séu að mistakast, skilur. Og þá er þeir talin trúum, já, sjáðu hvað Úkrænumönnum gengur vel og sjáðu hvað Rússum gengur illa. En þetta er bara falskt narratív. Það sem þeir gera með þessari sókn í Kharkov, það er bæði að búa til öryggisvæði, en það er líka örugglega þessi hugmynd, skilur, að í svokölluðu war of attrition eins og var gert á vesturvígstöðunum fyrir heimsstyrjöldinni. Það er að setja pressu á andstæðinginn og blæða hann út. Að blæða út hans mannafla og þetta er þá vísvitandi gert til að hafa víglínuna sem lengsta. Þeir vita að þeir eru með
að klára þeirra reserves, þeir eru með alla herdeildirnar uppteknar af víglínunni og þá setur sko pressu og neyðir þá til þess að draga heldinni tilbaka annar staðar og þú heldur áfram að setja pressu á mörgum stöðum af vílinni. Þetta er bara strategían í svona skotgrafahernaði eða svona war of attrition. Þetta er allt öðru sem við sáum í seinni heimsstyrjöldinni með blitzkrieg og stórar, það er kallað big arrow sóknir. Þetta er ekki þannig stríð. Þetta er eins og vesturvígstöðvanir fyrir heimsstyrjöldinni. Þá er svona, strategían er svona. Og öryggissvæðið er til þess að rekja Úkraínumenn, segjum bara 40 kilometra frá landamærunum, þannig að stórskotalið þeirra ná ekki að sprengja inn í Rússland. Inn í Belgorod hér, eins og þeir hafa verið að gera. Það er oljurhreisunastöðvar og annað sem þeir hafa verið að skjóta á. Þannig og líka það að reyna að draga, sko með því að gera þessa innrás í norðaustur hlutan, að draga herinn frá austur hlutanum, eins og Tjörfi var að segja. Það draga herinn þarna rugla Úkraínumenn, þannig að það verði herða sóknin á austur hluta Úkraínu. Og það lítur allt út fyrir að það sé að ganga að því að við sjáum sko að þeir drógu fullt af herdeildum tilbaka, sendu fullt af herdeildum hérna til Kharkov héraðs og núna er barist hérna bæinn Volchansk þar sko og Rússar eru að sækja fram í Donbass, þeir eru að sækja fram hjá Chasiv Yar og þarna það heitir Orechetine hjá Avdivka og þar eru þeir núna að sækja fram og það er að myndast svona eins og kallast því í hernaðarfræðin salient, hvernig segir maður það á íslensku, það er að mynda svona skiluru þrýrningur eða þar sem að þeir eru að sækja fram inn á landsvæði Úkraínu. Tangarsókn eða eitthvað. Já, þú veist, þeir eru að sækja og það berast núna sko, stöðugar fréttir á hverjum degi að þeir að ná fleiri og fleiri þorpum sko. Þannig að þetta gengur þetta mjög hægt en það er að því að þetta, eins og ég útskýri, þetta er svona skotgrafahernaður, þetta er ekki svona stórsóknir með sko fullt af skriðdreka herdeildum, þetta er bara svona hægt og rólega svona skotgrafahernaður frá einni skotgröf og næsta bæ yfir í annan, skilur. En ef að staðan er svo að allar herdeildir hérna Úkraínu eru á vígvellinum og Rússar eru að reyna að teygja á víglínunni sem að leiði til þess að verður þynnra smurt vörnin, að þá endanum verður að þannig að vörnin bara brestur. Já, það er náttúrulega sko hugmyndin með þessu og þetta gerðist í fyrir heimsstyrjöldinni að þegar Þýskaland tapaði sko. Á endanum bara brast og það gerðist mjög snögglega og það var bara stríðinu lauk bara mjög snögglega í nóvember 1918 sko. Þetta er sögulega fordæmi sem við höfum. Og þetta er, þú veist, við vitum náttúrulega ekki hvað Rússar eru að hugsa, en við getum alveg séð að þetta er mögulega strategíin þeirra, sko. Það sem þeir segja sjálfur er þetta með öryggis svæði sem við ætlum að búa til hjá Belgorod og það eru örugglega hluti af þessu líka, sko. En ég meina, en þeir hafa samt margoft talað sko að, eins og orrustanum Bakhmut og núna orrustanum Volchansk, að þeir vilja búa til svokallega meat grinders, að þeir sækja inn á landsvæði Úkraínumanna og svo byrjaði bara að sko byggja upp varnir sjálfir og þeir bjóða bara Úkraínumunum að fara í sína gagnsóknir til þess að sko skapa svokallan mítgrændir eða hakkjól og blæða það út. Rússar hafa sagt að þetta sé strategíin. Vegna þess að sá sem að sækir hann verður fyrir meira mannfallið en sá sem að verst. Já, það er náttúrulega auðveldara fyrir þá sko eins og segja að valda mannfallið í Úkraínumunum ef að þeir bara sækja inn, fara bara rétt yfir landamærin eins og í Kharkov segjum og svo fara þeir bara að byggja víglínur og svo koma Úkraínumenn bara og þú veist og fara bara að senda herdeildina sínar í gagsókn til þess að ná landsvæðinu tilbaka og þetta var líka gert í fyrir heimsstyrjöldinni. Þá sótti sko Þýskaland inn í Frakkland og þeir byggðu þessar miklu skotgrafir og þetta var til dæmis orustanum Verdun sem var einn mannstæðasta orust allra tíma að þá voru Frakkar í stöðugri gagsókn og mönnum var bara slátrað, skilurðu. Þetta er svona meat grinder operation, skilurðu. Þetta gerðist til dæmis fyrir heimsstyrjöldinni og þetta er það sem að Rússar segjast vera að gera í Úkraínu, sko. Svo er það á hina hliðina að það eru á Vesturlöndum aðilar, þar á meðal til dæmis þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, Jack Sullivan, sem er að gera sig vondur það á næsta ári muni Úkraína hefja gagsókn. Það var nú ekki dafinn í fyrra gagsókninni. Nei, ég veit ekki alveg sko, hvað upplýsingar þeir eru með, en þeir tala þannig og hann náttúrulega er að fara í kosningabaráttu sko. Og hún er í 15. nóvember og þeir segja ok, þetta er erfitt núna, Úkraínumenn, Rússarnir eru með yfirhöndina, Pútín, hann vill greinilega ekkert semja, hann er að leggjast í ferðalög og afla sér bandamanna. En það eru samt þetta á Vesturlöndum er ennþá að tala það að það verði einhvers konar gagsókn eða ekki muni eitthvað gerast á næsta ári. Ég hef ekki trú á því en þeir náttúrulega hafa mjög miklar upplýsingar. Það eru menn á Vesturlöndum meðal annars Macron, forseti Frakklands og fólk í Eystrasaltslöndunum sem að segja sem svo að NATO og ekki að eiga á hættu við að varnirnar hrynji og að Rússland vaði inn í Úkraínu að þá verði NATO að senda Úkraínumennum það sem helst vantar og það er mannafli. Já, þá ertu komið stórveldastríð.
En það ástæðan fyrir því að menn að nefna þetta í Evrópu, að menn að horfa á svipaða sviðsmynd og Tjörvi var að lýsa þetta. Já, hvað gerum við þá? Við megum ekki missa Úkraínu. Það ekkert búið að hugsa það, því það var þessi menn eru verið að segja þetta. Þeir voru mikla trú á því. Þetta verið allt verið rekið á þeim forsendum að Bandaríkin og Vesturlönd hefðu vopna yfirburði og Úkraínumenn myndu vinna stríðið. Það ekki stríðsmarkmið. Og maður veit ekki til þess að sé neinn strategi hvernig ég að bregðast við eins og Tjörvi var að segja ef að allt í einu bara hrýnur líflínan sem getur gerst bara í sumar þess vegna sko. Hvað gera maður þá? Það ástæðan fyrir því að menn sjá hættun á því. Þess vegna eru menn að segja að við verðum bara að kyngja því að lausnin svo að við sendum herafla á vígvöllin. Þannig skilji það sem Já, ég meina, ég veit ekki hvort að, málið það, en náttúrulega Úkraína mjög skipt, austur hlutin svona rússneskur, fólki á rússneskabergi brotið og vestur hlutin úkraínskur og þeir sem að ég að tala við og hefur hlusta á, þeir telja ólíklegt og mér finnst það sjálfum að rússar reyna að taka vestur hlutin það sem mikið á Úkraínumann, það verður mjög erfitt að eiga við það. Það sem ég að velta upp. Og svo spurningin, hvar eru auðlindirnar? Staðsettar sem Pútín, hann náttúrulega veit nokkuð veginn sennilega hvað auðlindirnar Úkraína eru á, vegna þetta var hluta Sovétríkjunum, þetta var sísla í Sovétríkjunum, eða hluta Sovétríkjunum. Hann veit hvað þær eru og það þessi svæði sem hann að biðja um. En ef við horfum á, það eru menn inn í NATO sem að líta svo á að öryggishagsmunir þeirra ríkja og NATO sem heild séu það að það megi ekki tapast, Úkraína megi ekki tapast. Að hvernig svo sem Úkraína var áður, að eins og mála var þróast undanfarið 2 ár, að þá það algjört öryggis, bara grundvallaratriði í öryggismálum Evrópu, að Úkraína tapist ekki. Og þess vegna, öfugt við það sem ég heldur fyrir árið síðan eða 2 árið síðan, að þá bara komið að þeirri stund að við þurfum að senda herafla til Úkraínu. Þú meina hún tapist öll? Ég meina, eftir að tala um að hluta eða tapist öll. Já, ég meina það alltaf ljóst að ég ekki að tala um þetta sem skynsamlegt. Hluti þegar búið að tapa hluta af Úkraínu. Og það þitt mat, en kannski mat hinn að segja að það sé möguleiki á því að ná því aftur. Já, Jack Sullivan segir það. Hvernig gekk gagnsókninni fyrra? Það enga vísbendingar að þeir geti gert það, að þeir sáu, það var undirbúið þarna mánuðum saman og þeir sendu öll bestu háþróustu vestrænu vopnin og þessar herdeildir sem voru sér útbúnar fyrir gagnsóknina í fyrra sumar voru þjálfaðar á Vesturlöndum og á NATO og fengu nýjustu og flottustu skriðdrykana þýska Leopard skriðdryka og svo hefur líka verið nota ameríska Abrams skriðdryka og þessi öll þessi brynjuvörðu faratæki frá Bandaríkjunum og hvað gerðist? Rússar náttúrulega voru búin að undirbúa sig og þeir eru búin að byggja þessar þvílíku varnarlínur. Þetta eru mestu varnarmannvirki sem við höfum séð örugglega síðan fyrir heimsstyrjöldinni sem þeir hafa byggt þarna í þessum 4 héruðum sem þeir hafa innlimað til þess að vernda Krímskagan sérstaklega, þetta er landbrúin að Krímskaganum og ekki nóg með það að þeir hafi sótt fram í þessar víglínur og jarðsprengjusvæði og fengu ekkert ágengt þá er Úkraína heldur ekki með neitt flugher sem heitir getur. Þess vegna er alltaf að tala um að senda þeim þessar F-16 herþotur, það eru bara eitthvað örfáar, það er ekki nóg. Þeir vantar heilan flugher og þeir sóttu fram án þess að vera með air cover. Þetta er náttúrulega bara sjálfsmorðstefna. Og maður spyr sig hvers vegna þeir voru fengnir út í þetta að sækja fram án þess að vera með air cover flugher. Og vissulega Vesturlönd, Bandaríkin og Evrópa, það sem þau eru með mjög stóra og öfluga flugherri En þau náttúrulega ekki beinir þáttakendur í Úkraínustríðinu. En ef það myndi koma til stríðs við Rússland, yfirburðin sem Vesturlönd myndu hafa var í lofthernaði. En Úkraína hefur ekki þennan loftherr, skilur. Þannig að hvernig á Úkraína fara því að endurheimta þessi landsvæði og Krímskaga? Þetta var byggt á einhverju mati á veikleika innan Rússlands að sókn Úkraínumanna gæti leitt til þess að það yrði einhver upplausn og þið kannist við þessu umræðu sem var í kringum þessa gagnsókn. Það sem ég er að segja, ef það er þannig að þessu mennina NATO sem að líta á, og við vorum að tala um varnarsamning Íslands við Úkraínu sem að viðst vera byggður á því að mestu öryggishagsmunir Íslands séu í Úkraínu í dag. Og það sé réttlætanlegt að sveigja af braut og breyta algjörlega áherslum okkar, stöð okkar inn í NATO,
hvernig við sem vopnlaus þjóð hegðum okkur í svona átökum, að okkar stjórnvöld hafa tekið bara breytt gessamlega stefnu. Önnur lönd að breyta stefnu varðandi útgjöld til hernaðarmála og síðan eru menn að segja út alla Evrópu að það er komið tími til þess að senda það sem að Úkraínumönnum vantar helst, sem mannafli. Já, fyrst það sem hefur verið gert. Ég ekki að beðja ykkur að samþykja þessi skynsamlega. Nei. En að hættan svo að menn skilgreini öryggishagsmuni sína ólíkt og það leiði til þess að það bara munum magnast upp átökin. En byggir þetta ekki á þeirri hugmynd að Putin sé Hitler og hann hafi áform að ráðast ekki bara inn í Eystrasaltsríkin heldur líka Pólland og bara alla Evrópu? Utanríkisstefna Íslands byggir á því að Putin sé Hitler. Já, en ég myndi betta á þetta bara rangt mat af því hvaða heimildir sannanir höfum fyrir því að Putin hafi þessi áform. John Mearsheimer, helsti sérfræðingur í heimi í alþjóðastjórnmálum, hann hefur sagt there is no evidence. Það er engin sönnunargögn fyrir því að Putin hafi áform að ráðast inn í önnur lönd í Evrópu heldur en Úkraínu. Og ekki einu svona alltaf taka alla Úkraínu. Og ekki einu svona, hann er vissi ekki að vísa til þess, en já, hann bendur á að margir fleiri að hann hefði heldur ekki áform að taka alla Úkraínu, bara rússnesku mælandi hlutan. En það skiptir ekki máli hvort það sé rétt eða skynsamlegt. Það er nóg að fólk skilgreini hagsmuni sína þannig að þetta megi ekki gerast og það sé réttlætanlegt fyrir Frakka eða Þjóðverja eða hverja sem að senda mannskap á áður en að vera að senda. Þetta er óbærileg tilhugsun að Rússar vinni í Úkraínu. Áður en þú byrjar að senda hermiðarni inn, það er náttúrulega reynd að sennilega komnir hermiðarni, þjálfarar og ráðgjafar og annað. Það sem hefur gerist áður það, nú er farið að heimila skjóta inn í Rússland. Og þegar að ég hef alltaf haldið að það myndi ekki vera ráðist á NATO, en ef að til dæmis að Eystrasaltsríkin fara að tala mjög mikið fyrir því að skjóta inn í Rússland, langdrægur eldflaugar, þá eru þau í vandræðum. Þau eru með austurlandamærin þar sem Rússar búa. Ég meina, austurhluti Lettlands, austurhluti Eistlands og Lettlands eru eiginlega bara Rússar. Þannig að það verður auðvelt að taka þessi svæði. Þannig að taka þau hvernig? Já, bara innlima þau. Það væri hægt að taka þessu svæði. Svipað á Donbass bara, kyndaður uppreisni eða eitthvað svona. Því að, ef að þú þarf að skjóta inn í Rússland, þá breytist eðli stríðsins og í talningum ef þú fer að senda hermenn, ekki bara þjálfara og ráðgjafa, heldur líka hermenn til að breyta, þá ertu komin í allsherjar stríð í Rússland og það er náttúrulega, þá getur verið að tala um það sem þú ert að segja, verið afleiðinga því ef þú eru orðið stórveldastríð, þá náttúrulega ég er ekki að segja það, ég er bara að enduróma það sem að ráða já, ég meina það, þessi stigmögnun er algjörlega ábyrgðarlaus. Já, minnst hún algjörlega stjórnlaus. Og stjórnlaus og það er engin reynsla því hvernig þetta teflist, hvað endar þetta, við höfum engan svona reynslu og að fara að skjóta inn í Rússland náttúrulega því það var alltaf lengi sagt þið megið ekki skjóta inn í Rússland, markmið að ná ykkar landið tilbaka og allra síst að vera að skjóta á olíuhreinsunarstöðvar því það hefur bara áhrif á olíu. Það er búið að fella þetta, nú er búið að leyfa. Já, það er stigmögnunin og það er það sem er svo hættulegt og er alltaf að verða meira og meira og þess vegna getum við ekki séð hvað þetta endar. Eldflaug sem að Úkraínumenn frá Evrópuríkjunum og er skotið inn í Rússland og eyðileggur þar olíuhreinsunarstöð. Líta Rússa svo á að þegar þið sjá eldflaugina hún er kostuð af Þýskalandi eða eitthvað. Líta þau Rússa svo á að það gefið þeim heimild til þess að skjóta eldflaugum á Eystrasaltslandi? Þú veist að meina að því Eystrasaltsríkin taka þátt í að kynda undir þetta, að þá náttúrulega líklega Rússland þjarmi að þeim en til að svara þessari spurningu það sækja bara á veikasta staðinn. Þetta er það sem Putin hefur sagt og Rússar er að þegar þeir Bandaríkin leyfa Úkraínu og nota sínar bandarísku attackums eldflaugar til að skjóta þeim inn í Rússland og þá er bent á að þessar eldflaugar þeir nota upplýsingar frá gerðunarkerfi Bandaríkjanna. Þeir get ekki skotið þessum eldflugum, þeir get ekki miðað þeim nema þeir myndi fá þessa aðstoð Að bandaríska sérfræðingar og þeirra upplýsinga þjónusta í gegnum þeirra gerðunarkerfi taki þátt í þessu sem er alveg rétt. Þeir gæti ekki gert þetta án þess og þá segir Putin að þá er Bandaríkin komið í beina árásir á okkur og þá getur við farið að svara tilbaka og hann segir ekki nákvæmlega hvernig en það er rætt að Rússar getur farið að senda eldflaugar til Húta eða til Íran og þeir getur síðan fara að skjóta á herstöðvar Bandaríkjanna til dæmis í Miðausturlöndunum. Þannig að þannig getur til dæmis fara að svara fyrir sig. Fyrir þessar eldflaugar, vestrænu eldflaugar skotið inn í Rússland. Svona
eins og í flókinni skilvindu, ekki endilega bara eitt gert og svo annars. Því auðvitað fara rússar ekki að skjóta eldflugum á Bandaríkin, skilurðu? Nei. Þeir myndu byrja á einhverju svona, að senda eldflugur til Húta, til Íran og svo myndu þeir fara að skjóta þeim á, því Bandaríkin með fullt af herstöðum þarna í Miðausturlöndum, skilurðu? Hilmar óttast að þeir myndu jafnvel skjóta á Eystrasaltslöndin. Ég meina sko veikasti hlekkurinn í NATO eru landamæri sennilega Lettlands og hérna, ég meina þegar vorum að segja að Pútín ætla ekki að taka alla Evrópu, þá vorum við náttúrulega að ganga út frá því að það sé ekki verið að skjóta inn, ég geng út að það sé ekki verið að skjóta inn í Rússland, það breytir eðli stríðsins. Eða ef það verið að senda NATO hermenn þarna inn, þá vorum við að koma heimstyrjöld. Og þá náttúrulega, skilurðu, þá aukast líkurnar á að því að Rússar grípi til kjarnavopna, því þeir myndu eiga mjög erfitt með að berjast við öll þessi lönd samtímis og eins og var að benda með flugherina sem þeir eru með, eins og Norrlandi, þeir eru öll búin að kaupa F-35 orrustuþotur með öfluga flugheri og þá er þetta náttúrulega komið út í algjör, ég hef ekkert verið að ganga út af því að þetta myndi ekki stigmagna svona mikið, en ef þetta verður innrás inn í Rússland og svo og NATO hermenn komið, þá bara NATO komið í beint stríð, það er svo furðulegt að það eru sumir þjóðarleiðtogar sem vilja bara fara þessa leið. Þar á meðal forsætisráðherra Eistlands sem var að bjóða sig framkvæmdastjóri NATO, hún vill bara fara í beint stríð við Rússland. Og það er tækifæri til þess að, eins og tala um að eyða Rússland. Ég skil alveg að þess að þjóðir er erfiða sögu, en Rússland verður þarna sko, hvað sem hún gerir. Og þetta er bara óreinsa, þetta er allt mjög óskynsamlegt og maður skilur að þetta eiga að vera þokkalega greint fólk sem er að vinna í þessu, en það kemur með alveg... En stríð eru óskynsamleg sko. Já, sko, atburðarásin, sko, þetta er tafl og þú stjórnar ekki nema bara hluta af taflborðinu, sko. Og hérna, þess vegna getur þetta endað í algjöru vitleysu. Og þetta stefnir í það. En sko, hérna, ég vil gera greinarmun, sko, á því að annars vegar getur sagt, sko, Pútín sé Hitler og hann hafi áformum að ráðast inn í Eystrasaltsríkin. Og þá eins og það var skilgreint sagt Núrnberg að sko skipuleggja árásarstríð, skilurðu. Það er einn valmöguleiki og þetta er það sem að Mörsemur og fleiri dragi í efa. Svo er annað að ef Eystrasaltsríkin og NATO senda sko hermenn til Úkraínu og stríði stigmagnast, þá getur stríði skilur stigmagnast og breytt úr sér yfir til Eystrasaltsríkjana. Og þá getur Rússar séð sko að við erum núna í stríði við þessu lönd og þá er það hluta þessu stríði sem hefur breyst út að ráðast inn í Eystrasaltsríkin. En það er ekki endilega því sama og Pútín er Hitler og hann hafði þessa áætlun að innlima Eystrasaltsríkin. Það er bara því að stríðið stigmagnast. Það er annað. Þú kallar eiginlega stríðið heim og ég veit ekki hvort þið tóku eftir því að forsetaframbjóðin Ástór Magnússon benti á líkur á því að ef við sendum vopn á vígvöllinn að þá getur Rússar túlka það sem svo að við getum fengið stríðið heim til okkar, að þeir getur gert ykkur árás hingað. Ég er ekki að segja það sé, en það er bara svona dæmi að stríðið kemur heim. Já, og sko þess vegna segi ég sko að senda hermenn til Úkraínu, að stigmagna átökin, menn eru svo hrættir við að Rússar ráðist inn í Eystrasaltsríkin að þú ert að auka líkurnar á því með þessu, því þú ert að stigmagna átökin, þú ert að auka líkurnar á átökin breiðist út. Ef að þú myndir sko reyna að stilla til friðar og reyna að draga úr stigmagna átökana, þá myndir þú draga úr líkunum á því að Rússar myndir ráðast inn í Eystrasaltsríkin, skilur hvað ég meina. Af því að það er helsti sko, hvaða scenario er það sem Rússar ráðast inn í Eystrasaltsríkin. Það er að þessi lönd eru komin í beint stríð við Rússland, hafa sendt sína hermenn til Úkraínu og stríðið breiðist út. Og þá getur Rússar séð það, já, þessi lönd eru komin í stríð við okkur og þá bara ráðumst við inn í Litáin og skerum að þarna Suwalki korridor og tökum yfir þessi ríki, skilur. Það er bara svona hernaðaráætlun í stríði við NATO, skilur. Þannig að það er auka líkurnar á því með þessu. Svo eru önnur svæði í heiminum í Evrópu sem eru svona hættusvæði. Það er Hvíta-Rússland, það er Moldóva, það er Eystrasaltið og Eystrasaltsríkin, það er norðurslóðir, það sem við erum á, og svo Svartahafið. Þannig að sko þetta lítur ekkert vel út. Þetta eru allstar svæði sem geta brotist út átök. Þannig að sko... En ég meina, ég hef alltaf verið þeirri skoðunar að Pútín myndi ekki fara í stríð við allt NATO, en ég meina, ef þetta verður svona stigmagnum sem við erum að tala um, þá veit maður ekkert hvað gerist. En ég sé enga möguleika á samningum, maður sér ekki nokkuð einasta. Þá er möguleikin á stigmagnum og svo það verður bara meiri svona hervæðing hugafarsins á báða bóa og það leiðir til stigmagnunar. Hinn kosturinn er sá að nú er til dæmis Zelenski að tala um einhverja friðarleið og Pútín hendi fram einhverju friðartillögum. Hvorugur hafði nokkra trú á því að eitthvað yrði úr þessu. En það gæti samt verið svona vilji beggja að hvorugur hefur hag af því að þetta breiðist út. Hvorugur getur sætt sig við þá lausn sem væri í boði
og þá verður það sem kallað svona frosið stríð, það sem að allt í einu bara fjarar þetta út. Já, ég held að það geti sumir hafa haldið því fram þar á meðal George Messamir að þeir vilji ná endanlegum samningum, friðarsamningum við Rússland vilji ná friðarsamningum við Úkraínu með svona frozen konflikt með friðarsamningum, ekki frozen konflikt heldur formlegum friðarsamningum. Ég held að Putin vilji frekar sennilega frozen konflikt vegna þess að ef að þú ert með frozen konflikt þá ertu ennþá með landamæradeilur og þá eru miklu erfiðari fyrir Úkraínu að fara inn í annarkvort NATO eða ESB. Og það sem að verður að gera núna, finnst mér, og ég vorum að tala um á það hvað er búið að blekkja Úkraínu oft með Budapest með leta kjarnavopna hendi, með Búkarest þegar þeir tala um að væri að fara inn í NATO og þá það væri algjörlega óraunsætt. Nú er verið að tala um að það sé að fara inn í ESB og það er algjörlega óraunsætt, það er búið að rústa landinu og Evrópusvæðið og Evrópusambandið er í miklum fjárhagsvandræðum. Það er óraunsætt. Og pólitísk óeining hlutverk Evrópusambandsins mun líklega fara vaxandi. Já, og líka það, ef að þú ert alltaf að tala um að Úkraína sé að fara inn í NATO, þá er það hvati fyrir Putin að taka meira af Úkraínu. Ef það er alltaf verið að segja, það er alltaf verið að staðfesta, Úkraína fer inn í NATO, við vitum ekki að fara að gerast, við vitum að það er blekking. Og sérstaklega ef þetta verið frozen konflikt. NATO tekur ekkert inn landa sem landamærin óskýr og það er alltaf verið að Vesturlönd er alltaf einhvern veginn að hvetja hann til að gera meira því að hann vill hafa sem stærst svæði milli sín og NATO og hann gerir það með því að taka einn stóra biti eins og hann getur fengið og við sjáum samkomulag eins og var í samkomulastöðinni í Istanbul, þá var hann að taka ákveðin hluta Úkraínu en miklu minna en hann vill núna. Og ég held að bara ef þetta heldur áfram, 1 ári viðbót, eða ég veit ekki hvað Úkraína minn halda þetta lengi út, þá tekur hann bara meira og meira og meira. Þetta verður verra og verra fyrir Úkraínu. Þú segir það vita allir að Úkraína er ekki að fara í NATO. En það er samt raunveruleikin sem okkur er kynntur í fréttum Ríkisútvarpsins. Þetta er dæmið það þegar varnarbandalag er með ósamstæða hópa innan borðs og hvaða lönd voru þetta sem heimtuðu þetta. Það var Bandaríkin, George W. Bush. Hann lítur á NATO. George W. Bush og Bandaríkin líta á NATO sem eitthvað svona tæki í stórveldasamkeppni. Til að halda Rússum frá? Já, halda Rússum frá Evrópu, út úr Evrópu og halda Þjóðverjónum niðri og Bandaríkjunum í þarna og svo á að fara að taka NATO til Asíu, bjóða Suður-Kóreu, Japan og Ástralíu á NATO-fundi og þeir líta á NATO sem eitthvað svona tæki til þess að berja á Kínverjum og Rússum. Á meðan að Eystrasaltsríkin líta á NATO til að berja á Rússum. Það verður að nota NATO í svo misjafnum tilgangi. Þetta skapar ákveðna árekstra og alls konar hagsmunaárekstra. Til sem NATO fyrir Ísland? Við erum bæði með NATO og svo erum við í tvíhliða varnarsamning. Það sem var gerst þegar ég var aðstofamennur utanríkisráðherra, það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli og ég var í samskipti við aðmýralinn daglega og það voru 4 orðstóttur sem voru að hægja alert alltaf yfirleitt fleiri. Það er ekki lengur sko? Nei, þetta er farið. Til hvers er Ísland í NATO? Tvíhliða samningurinn, hann er einhvern veginn búið að vatna hann niður og það er erfitt að sjá ef við erum ekki minna neina loftvarnir til dæmis, enga loftvarnir og það er engin landher þá er spurningin hversu með þennan samning og það er eitthvað sem stjórnvöld hljóta að vera að ræða við Bandaríkin, hvernig skilgreina það að hvað eru lágmarksvarnir fyrir landið. Við skilgreinum það að verið að vera loftvarnir. En nú er það búið að taka það út nema það eru loftrýmisgæsla það eru hverju, en það er ekki fasta loftvarnir. Þannig að þegar NATO er orðið tæki ekki sem varnarbandalag til að verja ákveðið svæði sem er Norður-Ameríka og Evrópa, heldur eru tæki til þess að nota í stórveldabaráttu og það eru lönd sem að þvinguðu í gegn Búkarestfundinum í apríl 2008 að þeir þvinguðu það í gegn að Úkraína væri að fara inn í NATO þó að verið vita að það er ekki að fara að gerast. Þetta er náttúrulega bara verið að skilja landi eftir í snörum. En ef ég reyni að átta mig á því hvað utanríkisráður og forsætisráður er að segja varðandi Úkraínu og NATO, þá verið skilgreiningi vera svo að við erum í NATO til að halda Rússum niðri. Vegna þess að stæðsta öryggisógn Íslands er Rússland. Já hagsmunir meginlands Evrópu er ekki þessum okkar. Nei, ég bara stendst þetta mat á öryggishagsmunum Íslands frá þínu bæturinn séð
að við erum í NATO til þess að halda Rússlandi niðri vegna þess að stæðsta ógn okkar er árásarstríð Rússlands gegn Evrópu. Okkar samband við Rússland er allt annað og miklu betra heldur en samband Eystrasaltslýrikjanna og Póllands. Við höfum aldrei verið í neina deilum við Rússland eða Sovétríkin og við höfum að forðast deilur við þetta land eins og við mögulega getum. Því það er heimskulegt á okkur að við getum alveg talað skýrt við Rússa. Við segjum að þessi árás var ólögleg og við segjum að við fordæmum allar svona árásir þegar við erum lítið land og viljum ekki að sé vera að breyta landamærum en að við séum að taka fleiri skref og tala á ögrandi hátt í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á okkur. Þannig að þetta er heimskuleg stefna að mínum dómi. Þetta er grundvallur í íslenska utanríkisstefnu. Já, og lokum sendir þetta finnst mér vera algjörlega rangar ákvarðanir. Þess vegna er ég að skrifa greinar og við erum að tala þessi mál til þess að sé ykkur umræða í þjóðfélaginu. Auðvitað greinir menn á, þetta er ofboðslega viðkvæmt mál. En sko, hagsmunir Íslands eru allt aðrir en hagsmunir Bandaríkjanna sem leiðir NATO og hagsmunir Eystrasaltsríkjanna og svo ef þú tekur Vísegrandlöndin þá eru þau með aðra hagsmuni sem er eins og Pólland, Ungverjaland og Slóvakía eru bara onni í Úkraínu. Þetta eru mismunandi hagsmunahópar og varnarbandalag með mismunandi hagsmunahópar, sérstaklega þegar að fara að nota það í stórveldabaráttu getur skapað ákveðna hættur. Og segir þessi stefna sko íslenskra stjórnvalda, utanríkisstefna þeirra, en ég meina þeirra utanríkisstefna er náttúrulega bara mótuð í Washington og Pentagon er það ekki. Þetta er bara sama stefna á hjá Bandaríkjunum og utanríkisstefna Bandaríkjanna er stórveldasamkeppni við Rússland. Höfum við Íslendingar hag að því að vera bara peð Bandaríkjanna í þeirra stórveldasamkeppni við Rússland? Ég segi nei, en er þetta þeirra mat? En Varðberg sem núna fekk styrk frá ríkinu til þess að hitta börnin í skólunum, nýbúið að henda út Gideon-félaginu með Nýja testamentið, en nú er Varðberg komið inn að kynna NATO. Já, Þeir munu segja það er grundvallaratriði í öryggishagsmunum Íslands að við séum í skjóli Bandaríkjanna og í því felst að við rekum sömu utanríkisstefnu þeim. Sko, ég er ósammála ykkur að því leyti, ég er hlynntur varnarsamningum með Bandaríkin og ég er hlynntur NATO þrátt fyrir alla gallana. Við erum vestrænt ríki, okkar efnahagskerfi, pólitískt kerfi, stjórnkerfi, þetta er allt saman vestrænt og þetta er okkar hópur en við eigum ekki að vera í óvinsamlegum samskiptum við Rússa og Kínverja. Þeir eru öðruvísi þjóðfélag og öðru þróunastigi, þeir eru að gera aðra hluti og við eigum í gegnum NATO og þó, ég hef ekki trú að því að við getum haft einn afgerandi áhrif í NATO en við getum samt sem á, það er konsensus í NATO, við getum talað öðruvísi og við erum með öðruvísi áherslu til dæmis, við veitum mannúðaraðstoð, við erum ekki að kaupa vopn og við tölum fyrir friði að því það er hagsmunir smáríkis og ég held að skiljið allir og Bandaríkjamenn þeir bera ekki virðingu fyrir aumingjaskap. Ég hef starfað með Bandaríkjum, ég bjó í Bandaríkjum í 10 ár og lítið land sem myndi tala með afgerandi hætti og vera aðeins öðruvísin hinnir, ég held að það sé alveg borin virðing fyrir því í Washington. Ég er ekki að segja að við getum haft afgerandi áhrif, en það sem vegna þess að við erum á norðurslóðasvæðinu og vegna þess að Rússar eru langsterkasta landið á þessu svæði og vegna þess að það er ekki búið að skipta auðlindum á norðurslóðum. Það eru óljóst hvernig Kanada, Bandaríkin og Danir fyrir hand grænlendinga, hvernig þessu verið skipt auðlindum hana, þá getur verið átök hana og þannig eru Rússar langsterkastir með gríðarlega hernaðaruppbyggingu og þeir Kínverjar eru komnir inn vegna þess að Rússar eru eina landi sem er ekki norðurskautsráðinu, þá fá þeir bandamann þarna með sér inn. Þannig að þá er þetta mjög óskynsamlegt að efna til illinda við Rússamnerin eins og þetta er. Það hefur verið stefna stjórnvalda að tala við þá og ég er að segja við þeir tala svolítið, íslenski stjórnmálum tala svolítið eða ríkisstjórnin eða þeir sem er að koma fram hönd hennar eins og við séum miklu sterkar en við erum. En við erum algjörlega berskjölduð. En talaðu ekki svona vegna þess að þau líta svo á að með því að líta þannig á að þau séu í skjóli Bandaríkjanna þá verður að taka upp utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Það sem þú ert að segja er að þó svo við séum í þessum klubbi með varnarsamningin og í NATO að þá sé ekki þar með sagt að við eigum að vera með aðgerðir sem að brjóta gegn öryggishagsmunum okkar sjálfra sem eru til dæmis þeir að vera ekki með derring sem að við getum ekki staðið við stórveldi eins og Rússland. Ég myndi hvetja allar þess að ég veit að í hluta ræðu Bjarnar Benediktssonar 49, les alla ræðina, hvernig hann talar, mikill í hóvarð.
sko, mjög miklu lítillæti fyrir hönd Íslands og það er skynsamlega og ég held að það hefði alveg borin virðingu fyrir honum í Washington. Ég held að hann talaði bara hreint út, skilur. Ég held að Bandaríkjamenn líki það alveg. Þannig að, og hann sagðist efast það, hann sagði efast að Ísland ætti nokkuð erindi í NATO, vegna að við höfum ekki her, við getum ekki varið okkur sjálfa og ef þú ert í varnarbandalagi sem hefur Article 5 garanti, þá ertu skuldbundin að verja annar land og við höfum enga forsendur til þess. En Hilmar, með því að stilla sig upp svona með Bjarna Ben Eldri, hvernig hann talaði og það var búin virðing fyrir honum og hann talaði bara hreint út og hann naut virðingar, þrátt fyrir að hann væri lítill og væri að tala út frá því að hann væri lítill. Ertu að segja það að íslenskir ráðamenn í dag freistist til þess að upplifa að þeir vilja ekki vera svona litlir og þess vegna séður með svona vilja vera eins og stórukallanir og kaupa vopn eins og þeir, að þetta sé næstu því eins og bara persónulegu veikleiki manna sem er á einhverju fundum þar sem eru verið að ræða Úkraínumálið sem að leiði til þess að við gerum svona samning og sveigjum svona rækilega af braut frá því sem að Bjarni Benediktsson Eldri lagði. Sko þegar maður að hlusta á framkvæmdastjóra NATO eða varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna eða svona alls konar aðila Norðurlöndin tala mjög herskátt, öll Danmörk til dæmis og Noregur. Þau eru eiginlega öll með sömu talpunktana. Það virðist verið þau séu öll með sama söngin og auðvitað þarf að vera ákveðin samhljómur í NATO og framkvæmdastjóri NATO er að reyna að tryggja sig einhver samstaða og svona cohesion, sko, löndin standi saman en það þýðir ekki að við erum með ákveðna sérstöðu og það vita það allir og við gengum, það var alveg gert grein fyrir því og þess vegna getum við leyft okkur alveg að tala öðruvísi og þess vegna, sko, ég skil ekkert í því að land sem er svona algjörlega berskjaldað með einhverja strengi í kringum landi sem er auðvelt að klippa í sundur og við erum algjörlega, hver á að verja þetta og við erum með ögrandi tal, þetta er mjög þetta getur sett okkur í hættu og það er mikill ábyrgðar hluti að gera það. Já, og þjónar ekki öryggishagsmunum okkar. Nei, ég er bara að segja það líka að það þeir eru 32 ríki, sko við líka studdum úr stækkun NATO og við vitum það að Austur- og Mið-Evrópuríkin eru miklu herskári heldur en lendir sem eru lengra í burtu og við sjáum það líka að öll löndin sem er að auka hernaðarúgjöld sín mjög mikið. Þau eru öll annarkvort með landamæri við Rússland eða Úkraínu. Og svo eru lönd sem er fjær sem eru miklu rólegri með þetta mál. Ég held að Þjóðverjar séu tiltölulega rólegri, ég held að Hollendingar séu ekki hræddir um árás. En Austur- og Mið-Evrópulöndin eru hrædd og þau breyta eðli NATO og svo er byrjað að tala ógnina af Rússlandi líka til þess að reyna auka samstöðu og í þessari samstöðu felst líka gríðarlega aukning á hernaðaruppbyggingu og bara engar tilraunir til þess að reyna að semja nokkuð skapaðan hlut og sagt að Pútín sé svo ómerkilegur að hann hefði ekki að semja við hennu neitt en samt á að semja við hann þegar búið að rústa Úkraínu. Það verður að vera búið að helda rústa henni alveg áður en það hægt að fara að semja. En svo þetta er rétt honum bara uppgjáfarsamninga, eða ekki? Já, sko, ég veit ekki hvernig þetta endar. Ég meina, hvað gerist hvað gerist 15. nóvember í Bandaríkjunum? Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Ég meina, sko, nýr forseti Bandaríkjanna kemur inn eins og Donald Trump segir, ég ætla bara að semja á einu sólarhring. Og ég trúi ekki að hann geti gert það, en þetta er náttúrulega, sko, þetta er leiðandi ríki. Og hann lítur svo á að það séu Bandaríkjamenn geti samið við Rússa að hætta þessu stríði, hann lítur svo á að þetta sé stríði milli Bandaríkjanna og Rússlands og er ekkert að klæða það í neitt búning. Svo er það líka með, sko, þessar viðskiptaþvinganir, það var annað vopn sem átt að beita og við sjáum það að það átt að beita, átt að keyra rússneska hagkerfið í einhvern botn bara og eyðileggja það. Við sjáum bara svo er Pútín að fer hann í heimsókn til Norður Kóreu, þeir eru búin að vera að safna eldflögum og vopnum í 70 ár eftir að Kóreustríðið lauk. Hann fer til Víetnam að tala við þá. Þú nú svolítið verið þar. Hvað sjá Víetnamar í heimsókn Pútín? Sko, þeir voru með Biden í heimsókn í september, svo voru þeir með Xi Jinping í desember og svo voru þeir með Pútín núna í júní. Og þeir spila bara á stórveldin. Þeir eru ekki í einu varnarbandalagi. Lofa öllu og engu. Lofa öllu og engu og fá alltaf viðskipti og peninga í hvers skipti sem að kemur eitthvað svona þjóðarleiðtogi í stórveldi. Þeir fá alltaf peninga, þeir fá alltaf fjárfestingu og svo spila þeir gegn, þetta er kallað bamboo policy.
svona sveigjanlegt kerfi, engin hernaðarbandalög, þeir gera allt öfugt Úkraínu, engin hernaðarbandalög, engin erlendur her í landinu, aldrei að taka afstöðu með einu landi gegn öðru, sem sóttu ekki fundin í Sviss, sjálf ekki sjá sig þar, og aldrei að beita valdi eða hóta beita valdi. Þetta allt það rétta sem að landa eins og þeir gera, allt það rétta, en það sem Úkraína hefur gert, hún búin að láta leiða sig í gildru, hvað eftir annað. Og Vesturlönd hafa átt því miður í Budapest, í Búkarestfundunum, með því að lofa NATO-aðild, með því að lofa ESB-aðild, með því að halda hana fánanlega fund í Sviss, alltaf þetta tóm vittleysa. Og þeir fá aldrei leiðsögn. Eystrasaltsríkin hins vegar þegar þau voru að fara í gegnum þetta ferli, Evrópusamband, ég var það líka í 4 ár, áður en þessi lönd fóru inn í Evrópusamband og NATO, að þau fengu leiðsögn Norðurlandana alla leið, það voru alltaf með aðstoð, þú hefði alltaf mentora, þetta bara svona nemandi sem fyrir í skóla og á einhverju eldri systkini sem hjálpar. Úkraína hefur alltaf verið svona vulnerable, alltaf verið í erfiðri stöðu, fengið vond ráð og ekki getað greint sundur hvað rétt og hvað rangt. Vietnam hefur hins vegar gert það, þeir takið sjálfstæðutarkisefnu og við tökum eftir því að það alveg gríðarlega spenna núna á Suður Kínahafi. Það nú einn hættilegustu punkturinn í heiminum í dag og þar eru til dæmis Philips eða fattan að berjast, æfa með Bretum og Bandaríkjamönnum og Japan og Ástralíu, en þeir takið til að Vietnam aldrei með í þessu. Þeir eru aldrei... Hvorum einn. Nei, og þeir eru líka þannig að ólíkt Úkraínu, frá falli Sovétríkjanna hefur þeim fjölgað úr 60 milljónum í 100 milljónir, hagkerfið þeirra hefur margfaldast í stærð. Á meðan Úkraína er búin að fara úr 52 milljónum í 30 milljónir eða minna. Þeir eru búin að tapa eiginlega öllu sína unga fólki, annarkvort þeir eru flúið eða búið að drepa það eða rökkumla. Þannig að þetta er mjög sorglegt. Ég veit alveg, ég hef talað við stjórnvöld í Víetnam, ég vann við það í 3 ár að tala við stjórnvöld í Víetnam. Hann er svona Forrest Gump, hann er allstaðar. Nei, þeim leið ekkert vel í þessum þrengingum. Ég var unnið fyrir alþjóðabókun, ég talaði við alla daga við stjórnvöld. Þeim leið ekkert vel í þessu, þetta þröngt, þetta svona þrengir af þeim, en þeir tefla bara, þeir eru með raunstæðistefnu og þeir sjá eitthvað svona fund eins og þetta, Sviss. Þetta er ekki hugataka þátt í þessu. Þeir bara segja, þetta eru bara fíbl, þetta eru strategísk fíbl. Þeir skilja þetta ekki. Og þeir líta, ef þú tala bara við Asíuríkin, hvort það er Kína eða þú fer til Bangkok eða Hanoi eða reyndar ekki Singapúr, Japan og Suður Kórea eru með Vesturlöndum, en flest þessi lönd þau líta okkur sem bara strategíska vitleysinga, þau mæti ekki á svona fundi og þau skilja þetta ekki, en það sér að þú horfir á hana lista, þá er örfá Asíuríki á þessum lista, nokkur Afríkuríki og nokkur Suður-Ameríkuríki, en flest þessi ríki, þessi lönd sem í BRICS eða vilja fara inn í BRICS, þau láta ekki sjá sig þarna. Sem er eina afleiðingum eða svona sem að Úkraínustríðið hefur ýtt undir þróun í heimsmálum sem að dregur úr svona vægi Bandaríkjanna og Vesturveldana. Það hefur verið að draga úr vægi þeirra efnahagslega en það hefur dregið úr svona pólitísku vægi þeirra í heimsmálum með þessa mótun tveggja eða margpóla heims eftir í hvað þið viljið. Það Bandaríkin eru með þá stefnu, ég er ekki að segja að Bandaríkin séu vondir eða Kínverjar, það er enginn af sem aðalur vondur, en þessi eru aðalega sem, ég meina, ef við værum stórveldi, ef við hefðum þetta afl sem að Bandaríkin hafa, eða Kínverjar, ég held að við verum ekkert góði veðra, En ég er bara að segja það að Bandaríkin með líta á Kína sem ógvið sig, þeir hafa reynt að beita Kínverja svona ákveðnum ekki hvernig sér refsiaðgerðum heldur tollum, að því þeir telja að, ef að Kína nær að verða nær þjóðarframleiðslu eða verkefnaðsframleiðslu Singapúr á mann, þá verður Kína stærra heldur en Evrópusamband og Bandaríkin til samans. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega ógn. Og forseta þess að geti gert þetta er að það verði nútímavæðingu hagkerfinu, þeir fari í hátækni innan meira og þeir eru að fikra sér þangað og þá er farið að beita á alls konar þvingunum að þeir fá ekki að kaupa hátæknivörur, það er settir tollar á þá allavega, það verður að hægja á þessum hagvexti og þessi hugmynd að beita Rússland viðskiptaþvingunum, það átti að lama rússneska hagkerfið. Eina sem það gerði, eða það sem hefur gert er það
að það hefur bara beint Rússlandi í viðskipti við Kína og þá hagvöxtur Kína, það er að hægjast á honum en það er að hægjast minna á honum af því að þeir eru að fá alla þessa hluti frá Rússlandi sem á Evrópu fekk áður, ódýr gas, olíu og hráefni. Og sama tíma er að hægjast á hagvextinum í Evrópu vegna þess að Evrópu er að missa afhverju þetta saman. Evrópu hagkerfi bara nánast dautt. Þýska hagkerfi, það er engin hagvextur á þessu ári. Hann er 3,5% eða 3,6% í Rússlandi sem er mjög þokkalegt. En það þetta átt að því að styrkja Bandaríkin í stöðu í sóptórkefni, en samband Rússlands og Kína gerir það verkum að þetta flýtir fyrir því að Kínverjar hugsanlega nái þessum yfirbyrðum. Ég er ekki að segja að þeir nái að vera í verga landsframleiðslumann jafn ekki á Singapúr, en ég meina af hverju ekki? Af hverju geta þeir ekki náð því sem Tævan er með eða Hong Kong eða Singapúr? Þetta er allt Kínverjar. Og af hverju geta þetta ekki? Þeir gæti alveg gert þetta. Það getur verið erfiðar að lyfta upp milljarði manna heldur en einhverjum 20 milljóna. 1,5 milljarður, en segjum bara að þeir nái helmingnum. En þá eru þeir líka áttið jafnstóru úr Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þannig að auðvitað skilum maður þessa ógn, en við vorum að tala um en herna, hversu óraunsær hann er að geta unnið úr Rússlandi í stríði. Þetta er engum í huga ráðast á Norður Kóreu að því hún har nokkuð kjarnorkuvopn. En við erum tilbúin að ráðast á Rússland sem á 6.000 vopn. Þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega heimska. En ég meina, það er líka á þegar við horfum á viðskiptaþvinganirnar, þar er þetta líka svona að þær hafa bara þveröfug áhrif með það sem var ætlað. Og í staðin fyrir að þetta hægja á Kína, þá bara verður að gera þetta Bandaríkjanna ennþá verri. Og þess vegna hefði verið alveg til gríðarlega mikið að vinna ef að það hefði verið hægt að ná upp einhverjum eðlilegum samskiptum við Rússland. En það tókst ekki og afleiðingarnar eru alveg skelfilegar. Piltar, ég ætla að gera hlé á samtal okkar núna að því að við erum að fara yfir í svona heimsmálinn og stöðu Kína og Bandaríkjanna og fá að taka upp það samtal næstur að þú að leiði hérna í bæinn, Hilmar. Takk. Og Tjörfi, takk fyrir hjálpina. En ég sitt hérna eftir og held áfram að reyna að skilja hana heim sem við nöfum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.